Syster Maria Luisa, góðan daginn, Guð blessa þig. Mig langar svo til að spyrja eina spurninga í Lúk kapli nummer 6, vers nummer 20. Lúk 6:20, já syster, så getur lesa. Þá hóf hann upp augu síns og leit á lærisveina sína og sagði, sælir eru þér fátækir því að yðar eru Guð ríki. Minni spurningar syster, hvað þýðir hún að vera fátækir í anda? Það segir að hann upp augu síns, Jesú Krist, leita á lærisveina sína og sagði, sælir eru þér fátækir því að yðar eru Guð ríki. Þó spurningar eru hvaðan fátækir, það væri ekki fátækir í penningu. Það væri ekki penninga fátækir. Það voru fátækir í anda sem vanda þekkingur orðin Guð. Þegar Jesú Krist kem til Jerúsalem land til að predika svona faðarreiringu og þessi himnaríki til að fylgja lögmálum Móses, hann kemur í ljós að enginn hafi þekkingur á Guðin, að fólki voru ókunnug orðin Guð. Og það væri að kalla þá fátækir í anda. Svo var bara svona fátæki andlega. Þeir voru ekki með þekkingu. Þeir þekkir ekki Guð. Þeir þekkir ekki orðin Guð. Út af því þau búa svona eins og sauður án hirði til þið hinga til þá til annar staður og annað. Því að þau þekkir ekki neitt. Ég að predika þau, ég að kynna þau til þau væri ekki meira fátæki þekkingur Guð. Meira en það þeir að læra að þekkja Guð og byrja Jesú Krist að gera svona kraftaverk honu og támark til þess að fólki væri bara í burt frá synd og hættu nú að vera fátæki þekkingur. Þá Jesus var að tala að þessi fólki sem var fátæki eru líka hafa svona hjarta, tilbúin hjarta til að læra. Postularna segir að þau voru líka fátækir. Því að þau voru ekki að vita neina orðin Guð og Jesú Krist byrja að kynna þau og þau voru að náði það og þau voru að fylgja Jesú Krist og Jesú Krist var að segja fylgis mér og þau voru að fylgja honum. Og Jesú Krist var að segja, þau eru sælir eru fátæki því að þau eru predikara. Til þeir eru kynning. Og á þeir eru að segja að þau eru rík, að þau á allt, að þau vita allt. Til þeir eru ekki predikara. Til þeir eru ekki neina kynningu. Og út af því þessi rókafull tilfinninga, þau voru að neikvar orðin Guð. Þau voru líka sanna tíma, þessi svona farisean og sáðukeia sem voru svona flokka með gyðingar sanna tíma, þau voru að segja að þau kunna allt lögmáli, að þau vitir svona faðarreiring Guð og þau voru svona rífa niður kenninga hann Jesú Krist og þau voru að segja að þau kunna meira en Jesú Krist og segja Jesú Krist, já, þú að hugsa þér og rík að þið eru rík í þekkingun og ég að kynna þér ekki, ég að segja neini til þér að því að þú eru rík og svo langar ekki hlusta orðin. Ég gefa þér ekki. Út af því þegar þau voru að spyrja til Jesú Krist svara þeir ekki. Að því að þau eru bara ég að svara sér ekki að því að þú óþokki. Ég að svara til þeir fátækir í þekkingu þeir eru tilbúin að læra meira. Það eru þar svona fátækir og ríki þannig tíma og í það líka. Þau eru fólki fátækir í þekkingu Guð og svo fólki sem að segja þeir eru rík og svo bara svona heimþekkingur og Guðfræðingur að ég búin að læra í stóra háskóla og ég veit að meira öllum og þau verðan að hildra mig og fólki til að svona hýsa mér
Þau eru að hugsa að þau eru rík í þekkingu og trúfasti þau á ekki neitt til Guð. Og svo Guð er að segja, þú er ekki rík, þú eru óþokki því að þú eru bara hrokafull sem langar ekki að læra Guð af því að þú eru að hugsa að þú eru bara að veita allt. Og það eru bara fátækir eins og við sem við eru bara svona búin að trúa Guð og núna trútin hefur augar okkur með augun.